Ég heiti Selma Sif og tók BA í mannfræði við Háskóla Íslands og fór svo í master í þróunarfræði og vinn núna hjá utanríkisráðuneytinu á þróunarsamvinnuskrifstofu. Ég er nýkomin úr ferð til Úganda og Eþíópíu þar sem ég var í vettvangsferð að skoða verkefni Hjálparstarfskirkjunnar sem utanríkisráðuneytið hefur styrkt síðustu 10 ár. Verkefnið í Eþíópíu snýr að því að byggja svona eiginlega svo stórar sundlaugar sem að safna grunnvatni og gerir íbúunum þá kleift að hafa aðgang að vatni einhvern hluta á árinu. Þannig ég hef alltaf haft áhuga á öðrum og svona kannski framandi menningum og hvað sé að gerast hinum megin á hnettinum. Mér fannst þetta ekkert voðalega praktískt nám, var að hugsa að fara í sálfræði eða eitthvað svona. Mamma mín kom heim með bækling úr háskólanum mannfræðina. Þá var þetta bara ákveðið, þá ákveð ég að skrá mig og sé alls ekki eftir því. Mér fannst það ótrúlega skemmtilegt nám og mjög svona opið og fjölbreytt og þú getur náttúrulega tengt mannfræðinámi við allt. Þú getur sett eiginlega næstu í hvaða grein aðra sem er ónaða ef þú ert með grunn í mannfræði. Þetta var svona spurning sem maður fékk rosalega oft í náminu, hvað ætlar eiginlega að gera þegar þú útskrifast úr mannfræði? Og mér datt aldrei í hug þá að ég ætti eftir að vera að vinna hjá utanríkisráðuneytinu. Kannski svona helsta sem að hún kendi, eða mannfræðin kendi mér var svona að setja mig í spor annarra, verið opin fyrir alls konar öðrum sjónarmiðum og hvað aðrir eru að gera og hvað þeir hafa að segja og borið virðingu fyrir því. Og í mínu starfi svo nýtist hún náttúrulega mjög vel. Ég er að vinna á þróunarsamvinnuskrifstofu að þróunarmálum og svona þessi svona hefðbundna mannfræði að fara á vettvang og tala við fólk og fá smá innsýn inn í menningu annarra. Það er mikið hluti af því sem ég geri í vinnunni. Þetta er frábær vinnustaður og ég nýti menntunina mína hérna á hverjum degi.